Þetta er verkefni 26, matur. Ég er á blaðsíðu D22 og er að fara í lið númer 15. Ég fer á síðu 2 þar sem efnisyfirlitið á að koma og ég staðsett mig hér í endurmerkinu. Hér er efnisyfirlit BLS, passið að vera ekki hér þegar kallið í efnisyfirlitið og ekki hér, heldur hér í endurmerkinu. Og ég fer í References, vel Table of Contents, ekki velja eitthvað af þessum tilbúnu sniðum frá Microsoft. Fariði hér í Custom Table of Contents og ég ætla að velja útlitið Formal og þá sjáum þið útlitið hérna. Ég vil sýna blaðsíðunúmer í efnisyfirlitinu, ég segi OK. Og þá koma allar fyrirsagnirnar og blaðsíðunúmerin eins og ég merkti fyrirsagnirnar. Ég ætla að breyta sniði að stílnum á þrepi 2 í efnisyfirlitinu, þannig að kaflanúmerin komi hér undir hérna. Þannig ég ætla að vera hér í efnisyfirlitinu. Ég fer á Homeflipa, ég öruna niður og ég finn TOK 2 sem er fyrirsögn á öðru þrepi. Modify og ég fer í Format og Paragraf og hér er 0,39, ég ætla að breyta í 0,78. Það lendir hérna á miðjunni þannig ég er að stilla þannig að það komi hér undir. Ég segi OK, slekk á þessu og þá er útlitið komið. Og ég ýti á F9 til að uppfæra, ég get líka ýtt á hægri mús og Update Field og Update Entire Table. Stundum þarf að gera það. Hérna ætla ég að kalla yfirlit yfir töflurnar, það er líka hérna í reference-flippanum, Insert Table of Figures. Og ég er að kalla í töflu yfirlit þannig að þetta passar en ég tek af Show Page Numbers. Og hérna yfirlit yfir eina töflu. Hér fer ég í endermerki fyrir neðan yfirlit yfir myndir. Það er sama skipun, Insert Table of Figures. Ég ætla ekki að kalla núna í töflur, heldur í mynda yfirlit, vel mynd og tek af Page Numbers. Og þá fæ ég hér lista yfir myndirnar 2 sem að ég merkti. Og í síðasta myndskeiðinu við þetta verkefni ætla ég að sýna ykkur orðskiptingu. Þannig að þið endið á að vista.